Anna Pálína Þórðardóttir fékk á dögunum heiðursnafnbótina Norðvestlendingur ársins 2015. Anna fæddist 8. apríl 1935 og fagnaði því áttræðisafmæli sínu í fyrra og á afmælisárinu gaf hún út bókina Lífsins skák. Bókin hefur fengið góðar viðtökur en þar segir Anna frá ævi sinni. Saga Önnu ólík því sem flestir þekkja en aðeins 6 mánaða gömul fékk Anna lömunarveiki og hefur síðan þá verið bundin hjólastól. En árið 1935 voru engir hjólastólar, svo pabbi hennar tók til sinna ráða. Pabbi minn var húsasmíðarmeistari. Hann smíðaði kerru og sem ég var í, lengdi hana svo eftir því sem ég lengdist. Og svo fór ég bara út með krakkanum út á götu eins og ég var. Þá var Sauðárkrókur lítið þorp. Og það var sjósókn mikil hér og svo átti fólk einnig sínar kindur og kýr. Það vandist öllu. Og þetta var afskaplega yndislegur bær og góður. Það var margt breyst og sem betur margt breyst og yfirleitt allt til bóta fyrir fatlaða. Já. Og það aðgengi og það aðstoðartæki og fleira? Já, það voru engin aðstoðartæki eða neitt til þegar ég var krakki. Það voru bara foreldrar mínir sem ruddu brautina og leyfðu mér bara vera úti meðal krakkana. Og ég eignaðist mína vini sem ég á enn í dag og lífið var bara bjart og fallegt. Ég eignaðist sérstakar vinkonur. Við vorum 5 alltaf saman og það sem við gerðum, við tókum upp á mörgu, eins og krakkar gera. Og það var eiginlega miklu léttar að spyrja hvað við gerðum ekki, heldur að spyrja hvað við gerðum. Já. Því við vorum afskaplega athafna saman. Og ég þar engin undantekning. Nei. Í þá daga var ekki sjálfsagt að fatlað fólk fengi að taka þátt í samfélaginu, en foreldrar Önnu voru á undan sinni samtíð. 2 dætur þeirra hjóna voru fatlaðar, en Elínborg Margrét, eldri systir Önnu, slasaðist illa þegar hún var 2 ára og náði sér aldrei að fullu eftir slysið. Foreldrar mínir hétu Þórður Guðni Jóhannesson, faðir minn, og móðir mín Stefanía Guðrún Þorláksdóttir. Og þau voru allatíð svo sérstaklega andum uppeldi okkar systra. Við vorum 2 fatlaðar systur. Það var ekkert hugsað fatlað fólk. Þannig lagað sér. Það var bara einhverstar út af fyrir sig, hjá sínum foreldrum. En mínir foreldrar voru sem betur fyrir á undan sinni samtíð, segi ég, vegna þess að þau hleyptu okkur systrum út og meðal hinna krakkana. Og það var það besta. En við vorum mikið saman úti við systur. Eða svo voru vinkonur mínar sem fórum með mig stundum og þá var bara, fórum við upp á Móana hérna, eða Nafirnar sem var kallað, fórum upp í Kirkjugarð og það var ekki til sem okkur datt ekki að gera. Og það hefur ekkert stoppað þig? Nei, ekki stoppað mig. Nei, ekki neitt. Ég var bara kátt og 4 barn, sem betur fyrir. Þegar ég fekk að hafa það sem best af öllu, ég fekk heilt höfuð. Já, öðruvísi var náttúrulega að geta ekki hlaupið og leikið sér með krakkonum. Það var náttúrulega það sem var öðruvísi. Og eðlilega viðkvæmt. En vinir mín og krakkarnir í bænum, þau bara þau söfnuðust bara í kringum mig. Það var eins og þau byggðu skjaldborg utan mig. Og ég fekk alla tíð að vera með. Ég var aldrei eftir einelti sem nú að kallaði það nokkur svoleiðis. Nú hefði það verið náttúrulega kannski, við Ella, systir mín, lágum náttúrulega báðar kannski vel við höggi, en því höggi var aldrei beitt. Bókin Lífsins skák hefur vakið marga til umhugsunar málefni fatlaðra í gegnum tíðina. Á uppvaxtarárum Önnu fengu fötluð börn ekki skólavist, en þrátt fyrir það fékk hún heimakennslu
og lærði meðal annars að lesa og skrifa, en bækur eru hennar helsta áhugamál. Auk þess hefur hún gaman á því að sauma út og tefla. Ég hef afskaplega alla tíð haft gaman að bókum og á mínum áhugamálum bókin númer 1 og hefur alla tíð verið. Föllum börn átti ekki aðgang að skóla, það ekkert. Og ég skrifaði með vinstri hendi. Mín hendi er ekki, hún er ekki virk svoleiðis. Ég hef þessa, ég get haldið allum yfir að sauma. Þá gat ég haldið efninum á þeir með þessu og svo sauma með vinstri hendi. Og það gerði ég þegar ég var svona eitthvað að gera svo. Svo var ekki dumna, þá var stelpa sem var jafngömul mér, sem hafði fengið lögmennaveiki, Erla Brynjólfsdóttir í Árbæ. Og hún fekk heldur ekkert söngvaskólavist. En foreldrar okkar, foreldrar mínir og hennar, tóku sér saman og keyptu kennara handa okkur. Og kennslan fór fram heima hjá mér, af því að hún gat labbað. Mammina leiddi hana og svo var hún með staf hinum megin og þá gat hún komist heim til mín. Og við vorum látið læra allt sem krakkarnir lærðu sem voru jafnaldra okkur. Og við tókum ekkert síðri próf heldur en þegar vil ég segja. Það var ekkert fyrir fatlaða. Ekki nokkuð skapaðan hlutur. Nema bara gott, já, það var til náttúrulega gott fólk. Eiginmaður Önnu var Þórhallur Filippusson en þau kynntust árið 1984. Þau hjónin áttu viðburðarík ár saman en Þórhallur lést fyrir 5 árum síðan. Það var pabbi minn, hann var dáinn og systir mín hafði fengið heilablóðfall og farið inn á sjúkrahús. Og þegar mamma þá var engin aðstoð hér, engin heimahjúkrun eða heimilishjálp á neinu tagi. Og þegar mamma þurfti á spítalann þá fór ég líka, þegar það gat ekki verið einn heima. En svo árið 1984 erum við þar og ég held verið komin þangað fyrir fullt og allt. En þá vill svo til að það maður á Reykjavík, Friðrik minn læknir, blessaður Friðrik. Hann var stattur inn í stofu þetta þegar ég kem inn og þá stendur hjá honum maður og að tala við hann. Og þegar Friðrik sér mig þá segir hann við þennan mann, jæja þarna færðu konu til að tefla við. Og segir svo við mig, þarna færðu alveg ljómandi góða mann til að tefla við og reyndi nú að vinna. Og við unnum hvort annars svona veist. En það bara það að hugir okkar áttu samleið. Og þrátt fyrir að ég þurfti alla þessa aðstoð, þá giftum við okkur. Það var bara búa saman. Það þarf nýr kafli í mínu lífi. Við fengum okkur bíl, keyrðum mikið, ungum mikið, hann var svo úr Reykjavík. Það þarf alveg enda gaman að vera að koma þangað. Svo ég fór þangað í alltaf 2 ári. Og svo var hann einn af okkar þekktustu sviflumönnum. Þegar hann var yngri og ungur, þá var svifluð mikið metik hér á Íslandi. Og hann var sendur út á svona heimsmeistarmót. Og þessi bikarar sem þið sjá, það eru hans bikarar frá þessu mótum. Og svifluði dróga á Sandskeiði, þar sem sviflumenn eru, þau vorum fyrir sunnan. Svo segir hann einu sinni við mig, heldur þú þetta ekki gaman að koma með mér í flug? Ég var nú dálítið svo hissa og segi nú, jú, það hefði ég gaman að. Svo hringdi inn vinkona mín, Ólöf Ríkharðsdóttir, dóttir Ríkharðs Jónsson myndökara. Hún var falleg kona, það gekk við 2 hækjur,
Við náðum svo vel hvort til annarar, svo góðar vinkonur. Svo hringdi hún eitt dag og spurði hvort ég ekki heim í kvöld eða við. Ég segi nei, nú ætla ég á Sandskeiði að fljúga með Þórhalli. Og hún var alveg bara undrandi og segir, þetta nú, ég held þú sett fyrsta íslenska fallaða manneskjönd sem bara fyrir sér í svifflug. Og hún segir sagt að megum ekki, þetta tækifæri látum við okkur greipum ganga. Hún syngir í Jóhannes Long, biður hann að fara upp á Sandskeið og taka mynd af fallari konu sem fær í sista sitt í svifflug. Og hann tók mynd af okkur í baðkóð fyrir og hann mynd af okkur í bókinni minni. Það getur enginn trúað þegar mér að hugsa mig, kannski 9 ára krakka sem satt bara í stól heima hjá sér og horfði á út úr götuna. Svifa svo loftin blá með manninu sem ég tók til vænstum.